Komiði bara sæl og blessuð. Við erum Blessaðar. Þetta var æðislega byrjun. Við erum svo heppnar við mægur að vera með hjá okkur Önnu Möggu sem leikkona, söngkona, bíkóstjarna og hún líka vinkona okkar. Já, fyrst og fremst. Fyrst og fremst. Já. Þú ert orðin alveg bara sjúklega svona bíkó legend. Herðu, já, ég fer eiginlega ekki gegnum daginn á þess að tala nokkru sinnum bíkó. Já, veistu mikið vörurnar sem þú ert að selja? Sko, það kemur svo vel að ég leikkona. Nákvæmlega. Akkurat. Þannig að ég get sagt ykkur allt höggbor og en ég er endar mjög góð á skrúf, hljómar mjög vel. Æ, skrúfvélinni. Já, þú veist sem er svona skrúfjárn já, það er ekki borvél. Já, skrúfvél. Já, Nei, ekki láta mig hafa borvél. Nei, og ekki höggbor heldur. Nefna með svona bara eitthvað svona nefnir sé supervised. En nei, skrúfvél sem er svona bara eins og skrúfjárn. Já. Nema það er vél, skilur bara eins og borvél. Svona. En ræður við hana? Já, hún er pínlítil sko. Já, ok. Ég er ekki viss að ég myndi. Þannig ég get alveg sett saman íka húsgögn og allt svoleiðis. Það er þetta hófið mig fyrir það sko, mér finnst það mjög gaman. Já, en fyrir stærri verkefni þá er ég bara góð félagi. Já. Haldum við móralnum. Einmitt. Það er bara mjög gott. Já, það vantar líka oft sko. Já. Maður verður mjög geðvondur en maður að setja saman hluti. Já. Ég trú, eða sko, þú er svo mikið sumar kona, þannig þegar þú varst bara í auglýsingunum fyrir sumarið þá var ég bara ég trúi henni svo mikið og ég veit hvað þú elskar sumarið. Var það þetta sumar? Að því í sumar í fyrra muni það kom ekki? Já, það kom alveg smá núna. Já, kom kannski smá í loki. Við gleymum alltaf að september er alveg orðin góður sko. Já. Og svona lok ágúst sko. Og apríl var það. Já, og mæ það var bara eitthvað 80 hiti og svona. Herri, það er bara akkurat júní og júlí sem það er brjálu yfir, það er ekki gott veður. Það er ekkert sumar. Nei, það er nefnilega þannig sko. En þú fórst óvart í vitlausa íbúð áður næstu. Núna? Já. Tók svo miklu önnum og gáða sko. Já. Ég fer í hús nummer 8, við erum í hús nummer 10 og ég hélt einhvern veginn bara að 10 væri svona, þú veist, hinn endin á húsinu. Samt ég verið komið, það er bara nokkur ár síðan og ég er oft aðeins svona, ég á það til að svona villast stundum og þarna akkurat bara labba ég upp að aðra hæð og ég sé bara það opið inn og ég er neinu skildu stelpunar og aftur opið fyrir mig og svo hikaði ég og bara pittunum við og þá kemur akkurat maður sem var að fara út með ruslið, skilur þannig ég var næstu farin inn til mannsins sem var að fara út með ruslið. Já, þetta, hún með vanta félagskap. Já, ábyggilega sko. En svo runna á mig 2 grímur og ég hringdi í ykkur. Já, þú ert komin hingað til okkar. Já, hingað er ég komin. Og þú átt eina dóttir. Já. Við erum í magna spjalli. Akkurat. Hún er svolítið dífa. Hún er dífa. Og skýrði eftir dífu. Akkurat. Já. Hún Greta Garbo. Já. Sem er að vísu svona loðfætlingur. Sem er ekki loðfætlingur. Loðfætlingur, jú er það ekki? Jú, allt innan fjóla. Loðfætlingur, það er bara gott orð. Já, mér finnst það líka. Ef það er ekki til þá er það æðislegt. Já, akkurat. Þú kóinaðir það. Loðfætlingur. Já, fjórfætlingur. Nei, ok, allavega. Nei, já, hún Greta mín sem var einmitt 8 ára í gær. Til hamingju með hana. Þetta er sérst köttur, svo bara að sé á hreinu. Þó ég hafi sagt að þetta væri loðfætlingur, þá er þetta kísa og skýrði eftir sænskri leikonu. Já. Gretu Garbo. Því ég var oft kölluð Greta Garbo, ég var yngri. Já, af því ég heiti Anna Margrét, þetta var alveg nákvæmlega mér og ég var alltaf bara, hver er Greta Garbo? Þú veist, það var ekki eins og maður getur bara hoppa á netið og fundið eitthvað. Það var ekki til internet þá. Það er svo langt síðan. Jú. Já, en ég var oft kölluð Greta Garbo á þeim og svo bara þegar ég fekk hann kött þá var ég bara, hann er Greta Garbo komin. Nákvæmlega. Við erum rosalega þakkláta fyrir það að fá þig til okkar. Bara heiður. Ég bara, oh my god, you are the queen. En okkur langaði svo mikið að því þú ert búin að vera svona svolítið berskjölduð með sorgina að missa mömmu þína. Algjörlega.
og við erum svo heppnar Já. við hittum ekki bara mömmu þína, Nei. heldur fórum við með henn til útlanda Já. Já. Í ógleymanlega ferð. já, Já. dásamleg kona Já. og það hefur verið eitthvað svo magnað að fylgjast með sko hversu opin þú ert með tilfinningarnar. Já, mér finnst það bara hjálpa, sko. Já. Og ég hugsa líka bara, þú veist, í besta falli hjálpar það einhverjum öðrum líka, skilurðu. Einmitt. Mér finnst það eitthvað svo mikilvægt Já. að tala um þetta. Og líka bara sýna það að því að fólk oft svo hrætt að tala um dauðan eða tala um einhvern sem farinn, þú veist, og hugsa kannski bara, þá er ég að minna hana á þetta bara, en þú veist, ég man þetta alltaf, skilji, það er enginn sem bara að minna mig á að mamma er farin. Þannig að, að þú veist, að ég vil bara tala um hana sem mest og ég elska þegar að fólk talar um hana við mig. Og þú veist, og ég ger alveg í því eins og ég bara í vinnunni minni, þú veist, nú vinn ég með börnum og unglingum og ég er með mynd af henni á borðinu, þú veist, og mér er svo gaman að þegar bara svona, sérstaklega börnin bara svona, hver er þetta? Já. Þú veist, og ég bara, þetta er mamma mín, hún bara, af hverju er hún svona þú veist, að því að myndin er svarthvít og svona, skilur, Já. hvað, þú veist, og spurjum út í hana, svo segi ég kannski bara, já, veist, ég misti hana fyrir 4 árum og þá svona, alveg hérna, sorry, ég ætlaði kannski ekki að spurja, bara, nei, guð, þú veist, bara, ég vil tala um hana, bara takk fyrir að spurja um hana. Þannig að hérna, þú veist, bara svona litli hlutir, opna samtöl, þú veist, sem að fólk myndi kannski ekki þóra að taka um hana. Algjörlega. Segðu okkur aðeins frá henni Jóhannu. Vá, herðu, sko, mamma var náttúrulega, já, hún var engri lík, sko, og við náttúrulega fórum í eftirminnilega ferð saman í útskriftarferðina því ég náttúrulega útskrifst á sama tíma og systir þín, Ebba. Akkurat. Og dóttir þín, Helga, já, gleymi því ekki. Þú ber einhver ábyrgð á henni. Já. Og mamma fer þá með okkur erlendis í þessa ferð og pappi líka og það lýsir henni svolítið vel einmitt svo ferð bara svona fyrir ykkur að bara svona, já, hvernig ferðin út til dæmis var þegar að hún talaði ekki mikla ensku og hún var ekki mikið að fara, ég skil ekki, hún og pappi voru mjög duglega að fara erlendis sko þegar ég er barn sko, en þau voru alltaf með einhverjum, þannig að ég held duglega að bjarga sér. Já, ég held kannski að hinir hafi talað ensku fyrir þau eða eitthvað, ég veit það ekki. Nei. En það var alveg kostvilt bara, þú veist, í þessari ferð, þetta var svona, já, bara, það var mikið tölu bara íslenska úti, til dæmis. Pabbi minn talaði bara íslensku og mamma oft líka, sko, en reyndi kannski eitthvað svona fyrir sér, þú veist, eins og, nú bara veðjur einu í annað, en þú veist, bara sem dæmi, að þá fann mamma póka úti, þegar við vorum á einhverju verslunargötu. Og hún fer með pókan inn í búðina sem hún fann þetta fyrir framan og bara this out að hún fann pókan úti skilji, þú veist og konunar í búðinu náttúrulega bara heldur bara, hún vildi bara fá þennan póka út þannig að þetta var svo gott sko, þetta lýsir svo mikið en hún var bara, þú veist, hún var bara að meina hún hafi fundið þetta úti og hún var bara að reyna að bjarga sér og svo líka fann hún einhverja tösku annari búi, bara hvernig ertu að finna allt þetta út og hún kallar yfir allar búinu í íslensku bara á einhver þetta og ég bara, mamma mín, það skilur enginn, já, alveg rétt þú veist, og það var svona ég segi ofta að vera inn á heimili og mamma og pappa var eins og vera í svona fóstbræðarsketsi stundum, þú veist, ég var stundum bara var þetta að gerast? Já. Þú veist, og því hún hringdi einu sinni heyri hana en baðvigtin var ónýtt og hún hringir til Elko og ég heyri hana bara í símanni já, eru þið með svona erotíska vikt og ég bara, hvað er hana og ég er bara næ ekki andan bara, hvað er það reyna að byrja og hún bara, nú svona erotíska vikt og þá var hann að meina elektróníska já, þannig oh my god þetta var bara, svona var þetta alltaf og svo er ég einu sinni bara ógleymanleg saga og við notum sko, við stöðum þetta heiklust í bara minningarónum með mömmu að það er þegar ég bara sitt við eldhúsborðið og mamma er að elda svo bara, Kári, það vantar unglibens og pappi bara grípur bíllyklana út í búð og ég bara, hægan hvað vantar? Unglibens og ég bara, hvað það? Nú, hrísgrjón það var bara ein tegund af hrísgrjónum til í Þorlákshöfn Uncle Ben's já, og það var bara Unglibens þú veist já, þetta var bara þeirra tungumál já Unglibens þú veist, eins og þetta er Uncle Ben's hún segði bara Unglibens og það var bara hrísgrjón fyrir henni og það ætti bara þessi tegund það var ekkert verið að flækja þetta í Þorlákshöfn í búðinni hún var ótrúlega já
og bara með svona alveg svona og með svo góðan hlátur, svona innilegan hlátur Algjörlega. svona smitandi hlátur sko Já. og bara já og en samt svo alveg sko við vorum jafn litlar, hún var minni en ég sko, það er hægt Já. og en samt sko með svo stórt hjarta skilji og Já. svo stór karakter Já, mann Að fannst hún kannski- ekkert svo Nei, lítil, sko. mann fannst hún ekkert lítil kannski fyrir það Nei, hann og bara alltaf að hugsa náungan setti alla fyrir ofan sig sko, Já. þú veist hann bara alveg skófa matdiskum sínum bara eða vantaði mat, bara hann ætlaði ekki að fá bara frá mér já, og shit. já, og alltaf hugsa um aðra einhvern veginn og bara, já, bara algjör perla Nákvæmlega. já, Og þú veist hvernig mamma var hún? Þú ert alveg mikið örverfi, já eða það ekki? ég er mikið örverpi og pabbi náttúrulega sjómaður þannig að við vorum rosalega mikið tvær af því að ég man voru lítið eftir að búa með bræðurvinum þannig Já. að þú veist, Já. 11 og 15 árum á bræðurum mínum og mér Já. ég er alveg örverpið sko og og ég grínast nú oft með mömmu hvort ég hefði átt að fara í lakið og hún sagði nei og allra síst þú en við vorum mjög nánar Já. og mjög líkar líka sem maður gat alveg gert að við vorum kannski fljótar að verða pirraðar við hvora aðra Já. þú veist bara því við vorum svo Já, líkar einmitt. skilur Já. ég gat til dæmis ekki farið í æfingakstur með henni við bara áttum ekki skap saman í Nei. bílnum sko Ég hugsi. og og pabbi var með mér, hann byrjaði bara að flauta ég var að gera eitthvað vittlust Já, og vissi ég ok. bara, já, byrju, ég er að fara á hratt eða ég átti að gera eitthvað þá byrjaði hann bara Ó, ég held að meinar að færa flautin á bílflautina. hann byrjaði bara að flauta sko, bara svona sagði ekkert og ég bara vissi það, já og meina við mamma gotum verið alveg bara eitthvað alveg hérna skilji Þannig að Sjátt á Kára. já Já, þannig nákvæmlega. en já, við bara vorum maður fór þú þekkir það örugglega líka maður fer einhvern veginn með allt til mömmu sinnar bara eitthvað, á ég að kaupa Já. þessa skó Mhm. þú veist, á ég að þú veist, maður þarf einhvern veginn ef maður fær góð frá mömmu, þá var það bara Það var ok. Já. Já. þannig að og hvað þá með einhverja stóra hluti sko Já. þannig að já, leitaði mikið til hennar og bara við heyrðumst á hverjum degi oft á dag Já. og hún bauð mér alltaf góða nóttu kvöldin Já. af því að, þú veist, bræður mínir áttu Já. konur, eiga konur Já. og og hún vildi nú einhver myndi bjóða mér góða nótt Já. þannig að Það er svo falli. já, Mhm. hringdi alltaf til að bjóða góða nótt Mhm. og pabbi hefur nú tekið upp þann sið elsku kallinn, Æ, já, Það er Ég- yndislegt. hann sendi mér alltaf góða nótt Já. til ykkar Gretu góða nótt, bestu mínar, já, Já. mjög fallegt Já, mér finnst Einmitt. það æðislegt. já, Já, það er svo gott að... já þú veist, við vorum líka þannig fjölskylda við vorum oft bara eitthvað svona, var ég búin að bjóða góða nótt að kalla á milli herbergja, þú veist, við vorum svo mikið svona góða nótt fólk Já. það er alveg svona, ég var svona bara næstu að sopna og svo bara, var ég búin að segja góða nótt bara Já. kalla bara yfir í næsta herbergi Já. Einmitt. þannig að Ég er já, svona með, ég elska þig sko, Já. bara í öllum símtölum já, við vinkonum minnar, Já. mömmu, þú veist, Stellu og pappa og eitthvað svona, fyrir ekki, ég glemdi Já. að segja, ég Já. er svo hrætt eitthvað svona, já, ef eitthvað gerist, góða nótt. það var bara betra að segja aftur Já, nákvæmlega, bara, Já, það er bara mjög gott, sko. en þú ert svolítið í, Köld. þú ert svolítið köld, hvernig finnst þið það? Af Ég er bara að grína. öllu sem ég hefði getað sagt. já, mamma, þú Hvernig- ert svolítið köld Já, það er smá intervention hérna um þetta hvað þú ert köld hérna, nei, að því varandi símtölin Já, mér finnst voða væntum að fá símtal frá stelpunum mhm, alltaf einu svona dag, en mhm. það er bara æðislegt að heyra oftar, sko. já, Ef að, þú veist, svo ber undir, algjörlega þú veist. Ég held að kannski, mér finnst þetta vanta rosalega víða. já, Að það eru svona lítið samskipti oft. já, og líka bara núna þegar þú komið samfélagsmiðlana og Já. alveg frestandi að nota þá meira en símtalið er svo vannmetið sko Mér fannst ekki Það er- skrítið þegar að þú hættir að fá símtali frá jú, mömmuðinni. alveg sko bara, og þá hugsaði ég líka því að stundum þegar hún var kannski að ringi fjórðaskiptið skilji, þá Já. var maður svona, jæja mamma, hvað nú Mhm. svo var ég bara, hvernig vogaði ég mér Já. að kvarta undan Já, því skilju, ég fæ alveg ég var gæsa til í að fá 10 símtöl í dag Já. skilji, en nákvæmlega. ég ætla ofta ennþá að ringi hana Já. það held ég hættir aldrei Nei. þú veist, ég er oft bara eitthvað svona, já ég þarf að segja mömmu þetta svo bara, ó já, nei, þú veist
að já, ég held að það hætti aldrei og mér þykir bara væntu það, þú veist og ég finn fyrir henni, þú veist Já. hún lætur alveg finna fyrir sér, sko Mhm. á mjög góðan hátt Já. og já, en jú, saknaði vissulega símtalana, vá og það er svo dýrmætt líka bara að eiga myndbönd, finna gömul já. myndbönd, heyra röddina, skilji Mhm. og hláturinn talan Já. hann, vá hann já, aldrei vanmeta of mörg símtöl Nei, Nei, þau eru það er aldrei of málið. mörg Þetta, ég alveg veit alveg hvað þú Já, ég náttúrulega, ég hef já. ekki mist fóreldra mína en ég veit, þú veist, eins og ég og mamma tala mjög mikið saman í síman og stundum ég að reyna að losna við hann á símanum Já. og svo ég eftir Ég á heyri bara það alltaf. Já, hún heyrir það og þá eins og hún gerir í því að vera Já. lengur í símanum Það- og svo ég bara eitthvað já. Já. Og svo eftir á ég eitthvað ringi aftur af því Já. að ég er bara eitthvað nei, það er þú móral, veist, já, Já. algjörlega af því eins og þú segir, þú Já. veist, maður veit ekkert maður veit aldrei, sko þú mátt ringi svo þú veist já, Þakka þér fyrir. ég ringi líka mjög mikið en hvernig þú veist hvernig veiktist mamma þín hvað hún var sko hún fekk lungnatrefjun sem er bara ólæknandi sjúkdómur Lúna trefju já, Já. þess Já. að þannig að súrefnin hætta súrefnin, að lungun hætta tagi þú með svo mörg já, ég er svo góð í svona læknatali sko lungun hætta að taka upp súrefni, myndast einhver bandvefur í Já. lungunum skilst mér Mm. og þetta er bara alveg ólæknandi þú veist, það er ekki búið að finna neitt nei við þessunum, Já. bara mamma hafa komið súrefni til að létta Já. lífið svo heldum við nú bara að þetta væri brennin svona spítala heimsorinn hjá henni þegar hún fór inn sko Já. ég held það allan að já, og hún Að var þetta líka er bara ekki sannfærð, hún krabbamein? ætlaði heim nei, Nei. þetta er bara lungna vesen og hún reykti nú mikið blessunin í gamla daga Já. já, og amma mín fer líka vorlugur í lungna vesenin, hún reykti líka sko Já. amma var bara með súrminskutin í henni og sígarettin í henni sko Ok. algjört Var hún legend lík sko mömmuðinni? hvað styrir? Var hún lík mömmuðinni? Já, sko, jú, en sko amma var alltaf svo svakalega sko gömul, Ah. veist, hún leit út fyrir miklu eldri heldur en hún var. Já. Þannig að ég skoða myndir einmitt bara af mér, af því ég fjara þegar hún deyr, en ég man eftir Já. henni eins og í gær, Já, sko. ok. Já. Og að hún var, þú veist, hún var svo gömul í framan, hún var svo gömul, það áttur að vera kannski ekkit endilega svo gömul í árum, skiljið. Nei. Þannig að mér varst kannski erfitt að sjá líkindin með þeim, en mamma sá alltaf hana. Já. Hún fylgdi mömmu og pappa alltaf, Já, hugsi ykkur. já, mamma bara sá alfarið hana, já, nema þessi bara þegar hún fór á spítala. einmitt. Og þú veist, hún átti alltaf herbyggi hjá mömmu, sko. Já. já, Hún Anna Margrét, ég skilði eftir henni. já, Já. bara alveg Já. einmitt Og ég man mjög vel eftir hún fór á Vífilsstaði spítalan. Já. Og þar átti hún alltaf eftir AIDS, hún amma, Anna Margrét. Mm. Og ég kom alltaf þangað og baði eftir AIDS og Ok. skildi ekki af hverju það var alltaf verið að leiðrita mig fyrir þetta auka S. Og það var alltaf kannski ekki verið að útskjöra fyrir fjárra barninu. Nei. Hvað Hvað svo, þetta já, væri? hvað Já. AIDS er Nei. En ég baði alltaf eftir AIDS. já, Já. já Já. Þannig ég var kannski ekkert skári í enskunni eftir allt saman. já, þú lærðir náttúrulega Já, ég lærði erlendis og- náttúrulega. Já, og- já. og þú veist, sambandið ykkar þú veist, þegar, að því þið voru mikið einar þegar þú varst lítil Mhm. en þegar þú voru svona eldri eins og þú flyttir út Já, Hvernig- herðu, þá fer vinkona mín, hún Ingibjörg, og kennir foreldrum mínum á Skype. Og það var allt skrifað niður Já. í stílabókina, hvernig þetta að fara á Skype og svona. Já. Og mamma og pabbi hringdu mikið á Skype. Já. Og eins og þú þekkir, þegar maður kemur út, það er svo mikið að gera hjá manni, maður er Já. að kynna svo miklu nýju og miklu fólki, bara fullt af nýju fólki Já. og maður, þú veist, eins og mamma sagði einu svona svo fallega við mig, hún bara, þú veist, við erum hérna heima að sakna, menn að þú kannski, þú veist, Hefur það gaman? já, Já. þannig að þú veist, hún var alveg svona að biðja mig að gefa sér tíma Æ, á já, Skype, einmitt, skilju. akkurat. þegar ég var bara, ég er akkurat að fara þarna og ég get ekki núna og eitthvað svona,
hún bara svona, þú veist, viltu gefa þér tíma, þú veist, Já. við erum að sakna, sko. Já. Já. Og það var svo góð punktur, þú veist, Já. þegar maður finnur ekki fyrir því þegar 100%. maður fer sjálfur eitthvað, Nei, Nei. að sem það er er einhver annar skiljanlegt, heima sem sko. er ennþá bara að upplifa, þú veist, hversdaginn og er að sakna, Já. en svo er maður sjálfur að upplifa og læra svo mikið af nýjum hlutum, Já. að maður að gleymi því að það er einhver heima sem vill heyra í manni, sko. Já. Já, einmitt. Þannig að við vorum duglega að fara á Skype. Já. Og í seinni tíð þegar það komið FaceTime og allt þetta, Já. það var kostulegt, sko. Ó, Af því að hvar ég- var myndavélin stað? Já, hún hringdi einu sinni í mig bara upp í rúmi og á FaceTime Já. og ótrúlega hissi sjá mig og spjallaði og svo sé ég pappa svona eitthvað svona hinni meginn þegar var bara komið upp í rúm og sofa, sko. Já. Og svo var hún bara eitthvað svona, þú veist, hún átti þess ekki á að hún hefði hringt í mig. Nei, Nei, og ég held að ég hefði hringt auðvitað. í sig, Já. sko. Og þú veist, og einu sinni fórum Facebook Live og þá var ég stressuð Hvað maður. er það? Þá bara, þú veist, ertu bara í beinni á Facebook. Já. Og og þetta hljómaði svo illa því að hún var sérst þarna það voru komnir öndunarerfleikar, Já. þannig að það heyri svona alveg svona, en það sést ekkert, svo heyri ég pappa að baxla eitthvað, þú veist, og ég var bara, hvað er ég lent? En þá voru þið að reyna að koma ykkur körfuboltaleik í sjónvarpið, Æ. þannig að en það sást ekki í þau, en Nei. þau voru, já, og fóru einhvern veginn Facebook Live, og þú veist, þetta, já, það var alls konar svona skemmtilegheit sem kom upp á, sko, með tækninni. Oh my god. Já. En þau stóðu sér vel á Skype, sko. Já, þau voru úti. einmitt. Já, ég veist þetta Já. var bara gott að geta lært það. Já, Mhm. algjörlega. Ég var ennþá erfitt með að sko fá hana til þess að tala við mig á FaceTime. Já, Já, mér finnst það von. Já. já, ég er svona, Sjá sjálfa með þarna alveg eins og, ég Já. veit ekki, gildrugt. já, En en setur aldrei eira upp við. Ha? Að því að svo oft sem ég einmitt líka hringdi í mömmu og svo sá ég bara eira. Já, ég Þú veist, ætti þá að var hann gera að það. setja upp við hausinn. Já. Hélt ég væri ekki að ringja myndsýndal. Og svo talaði ég og þá brá henni svo, að því að það var þetta svo hátt náttúrulega. Það var Auðvitað. með eirað upp við. Þannig, já. Oh my god. En þetta er alveg rosalegt. Já. Ha. En hérna, þú veist, ok, þegar, nú ætlum ég bara go there, Já. þú veist, þegar hún er farin, Mhm. hvað gerist fyrir mann líkamlega? Að þú veist, Vá. fyrir þig? Það er ótrúlega skrítið, þú veist, að því að sko hún fer bara 29. mæ fyrir 4 árum, þannig að svona, þið veitir hvernig allt er í mæ, þú veist, það er allt svona einhvern veginn, sumar er að koma og Mhm. allt svo bjart og fallegt og svona, og mér fannst bara svo skrítið að bara að heiminum væri ennþá að snúast þarna, Já. skilja, að heiminum væri bara, Já. það væri bara allt eins og, þú veist, það væri allt svo eðlilegt fyrir öllum öðrum úti, skiljiði. Já. Ég bara, ef fólk í alvegnu bara lifa lífinu sínu, bara venjulega hérna, þú veist, í næsta húsi, Já. menn ég er að díla við þetta. Já. Já. Þú veist, og maður var alltaf bara einhvern veginn svona að vona að þetta væri bara eitthvað vondur draumur, svo bara svona, æ nei, þetta gerðist. Já. Og það var bara alveg hræðilegt. Já. Bara alveg, ég flutti inn á pappa, Já. því við byggum saman, ég var hjá bara pappa örugglega í 3 vikur held ég. Já. Og það var óslega gott, held ég bara Já. fyrir okkur bæði. Akkurat. Og þegar mér fannst einhvern veginn, já, alveg óhugsandi að hann var einn. Mhm. Og ég held líka fyrir mig að vera einn. Þannig að Já. þetta var bara win fyrir okkur Já. bæði. Já. Og náttúrulega bara í Þorlákshöfn svo fallet samfélag, þú veist, það var mikill, þú veist, bara mikill hvað segir maður, svona, það var mikið verið að droppa við hjá okkur, Já, þú veist, einmitt. fólk bara kom í heimsókn, það kemur bara í heimsókn og þú veist, og við gerum grínaði um þetta, það væri bara eins og bara væri búið að opna blómabúðina mömmu aftur hjá okkur, sko, Já, því hún hugsaðu átti ykkur. blómabúð Einmitt. og við vorum náttúrulega bara að kapna í blómum, sko, Já. sem var svona svo fallið. Já. Já. En já, þetta var ótrúlega skrítið og bara svona, ég fann það bara líka, maður verið þreyttur ógeðslega snemma, þú veist, Mhm. þegar maður er að gangi ekki svona. Og svo svona, ef vinur minni fengum eitthvað út með sér, að þá væri bara svona, við heiminum var svo hávær. Það var allt, þú veist, það magnast allt hljóð, skiljið, var bara svona eitthvað svona, ég bara, þú veist, já, mér fannst allt svo, eins og verið allt bara stilt í voljum bara to the max, skiljið. Já. Já. Það var allt svona, já, maður bara tekur allt inn einhvern veginn. Mhm. Og já, bara þetta var ótrúlega skritin tími. Já. Og já, Trúi því. en svo leið dýrmætt þegar maður byrjar að finna svona sjálfa sig einhvern veginn aðeins aftur. Já. Bara þegar maður byrjar að hlæja og bara svona, þannig ertu, Anna Magga, Já. þú veist. Já. Finna hláturinn sinn aftur Já. og fá ekki samviskubitið því og svo margir svona, nei, ég má nú ekki vera að hafa gaman, Nei. skilja. Já. En bara svona finna hláturinn sinn aftur og finna svona taktið sinn aftur því að maður er aldrei aftur sama manneskjan eftir Nei, svona, skilja. einmitt. Ég er bara lærið á nýja önnumöku eftir þetta, Já. þú veist. Já. Og já, bara svona litlu hlutinir í þessu og svo er þetta bara öldugangur, sko.
Já, Þú er veist, það þú ekki? ert bara að stíga ölduna, kannski Já. bara geggjuð þennan dag, daginn eftir bara, allt ómögulegt og svona. Ég mani mitt eftir einhverju Instagram story hjá þér þar sem þú sagðir, þú veist, það var búið að vera eitthvað crazy að gera hjá þér. Já. Þú veist, það er líka unnu öryggisvörð, Já. þú veist, Ice Guys og Já, allt að gerast eitthvað svona og svo, þú veist, ég man ekki hvort þú hafi verið í einhverju með Þorlákshafnar, hérna, Lúðrasveitin? Lúðrasveitin, já, já. smá symfónía. Smá sem fó. En þú segir eitthvað svona, vá, ok, ég er akkurat að koma niður á jörðina Já. og núna finn ég svo Já, mikið. já. Ég er nefnilega best þegar ég hef nóg fyrir stafni, Já. en það er ekkit endilega gott, skiljið, alltaf. Nei. Því maður verður líka að leyfa öll að koma til sín, skiljur, sem Já. vill koma, sko. Já. Þannig að, hérna, og ég dugli bara, ef ég finn bara svona, jæja, nú er ykkur brekka að koma, að þá bara leyfi ég því að koma og, þú veist, ég bara dugli að hugleiða og fara út í náttúruna, Já. út að skokka, bara gera eitthvað sem fær mig til að líða vel. Já. En leyfa samt líka bara, þú veist, maður mátt ekki bara, þú veist, maður má ekki, íta þessu frá sér. Nei. Þú veist, þá finnur þessi bara leið aftur. Já. Þannig maður verður líka bara svona, jæja, ertu komin, kæra sorg. Já, akkurat. Og já, bara tökumst á við þetta saman, skilur. Þannig Já. að, já, mikilvægt að leyfa sér líka að finna þetta allt. Og þetta er bara, þetta er svona, það er svo magnað með, því að örugglega heyrt þetta dagsetningar eru bara svona, þær eru alveg bara svona stimplaðir inn í vöðvaminni hjá manni. Þannig að Já. stundum er ég bara svona býtu, af hverju er ég svona skrítið núna? Bara og þá kannski, já, nú er ammálinn að nálgast eða þarna var hún farin inn á sjúkrahús, bara líka minn mann, Já, þú veist, já, bara já. tímabilið, Einmitt. hvernig er leið þá? Já. Þannig að dagsetningar er alveg magnaðar, sko. Já, ég bara trúi því. Já. Það En, er rosalegt. Hérna, og þú veist, talar ekkert um að við hana? Já, að því ég sko, svo fór ég til sálfræðings, þarna bara, sem er svolítið Magnús sagði líka, því ég undirmöðu mín fann, held ég, þó ég hafi ekki vitið að það ég væri að fara að missa hana, en ég fann að ég var orðin hrædd. Já. Þannig að ég ákvaða, ég talaði vinkonum mína sem misti mömmu sína og bara, fekk kontaktinn á sálfræðingum hennar og ég ætla bara aðeins ég ætla að fara til sálfræðings og nú ég finn ég þar ræðisluti. Mhm. Ég sendi þessu sálfræðingi e-mail og ég fæ tíma og það er 10. júní klukkan 2 og ég bara takk, ég mæti. Það enda að vera jarðarferðin á mömmu. 10. júní klukkan 2. Þú veist, hún var ekki dáin fyrir færin tíma. Nei. Þannig ég hef samband við hana og hún kemur mér alveg akút, sko. En býtu nú við, af hverju fór ég að tala um þetta með sálfræðinginn? Ég spyrir hvort þú, Já, talaðir já, stundum við já. hana. Hún sagði við mig að því ég var svo ofta að hugsa um að ég þyrfti að tala við hana og ringi hana og svona, hún bara talaði bara við hana. Já. Svo ég ætla alltaf að mynda henni heima. Þannig að já, ég hef alveg talað við hana. Já. Og líka bara svona, þegar ég er fór út úr húsi og það er eins og eitthvað svona random komið í hugan á mér að ná í eitthvað, skilur, þá er ég oft bara eitthvað, takk mamma. Þú veist, þannig að minna mig á eitthvað sem ég er að gleyma. Já. Þú veist, leiði mig einhvern veginn á staðinn sem ég á að sjá eitthvað. Já. Og já. Mér finnst bara kósí að hugsa til þess að, þú veist, að þetta sé hún þar, Já. skilur. Já, akkurat. Sumir eru ekki þar. Nei, En, nei. þú veist, og það er bara gott að blessa. Já. Það er allir að finna sinn takt í þessu, sko. En ég vil meina hún sem með mér. Já. Ég fór til miðilsemmið líka. Ég var svona, ég bara alveg þráði Já. að finna eitthvað, fá eitthvað, Já. hvort það kæmi eitthvað. Við erum mikla Og það var- miðilskonur, þannig að nú Já. er bara mamma held ég að Segðu springa okkur úr frá. spennu. Hérna. Nei, sko, miðlinn vissi bara hluti sem ég var að hugsa líka bara og, Já. og var einmitt bara svona, mamma var bara mætt með sígarettuna að hlæja, þú veist, Ok. og systirina sem reykti líka, þú veist, Já. þannig að og veist, hann bara lísti sígarettunum og allt og og margt sem ég var að hugsa og eitthvað svona og já, og þetta var alveg magnað að fara til Já. miðils Já. og Hafðir farið áður? já, ég hef Já. farið áður, sko, líka til spákun og ég er rosa mikið ná og öllu svona, Já. sko. Já, þetta er svo gaman. Já, mér finnst það gaman, maður tekur bara út úr þessu, maður vill taka út úr þessu, Já, kemur eitthvað algjörlega. slæmt að bara svona, það er ekkert að þessu halda, Nei. skilji, ekki vera eitthvað hangi í bara, já, ná, mér var sagt að þetta myndi gerast þarna, skilji, þú Nei, veist, einmitt. bara, ég sikta bara út, Já. það sem ég vil, Mhm. taka út úr, Nákvæmlega. og mér finnst þetta bara geggjað að fara þarna Já. til þess að spá með þér, sko, Já. og já, eins og ég segja, hann vissi hluti sem að hann gat ekki vitað, sko, Nei. Nei, einmitt. og mamma kom alveg skýrt hana fram, sko. Já. Já. Og fannst þið ekki gott? Jú, mér finnst það rosalega Já. gott. Ég alveg grenjaði og alls konar í Já. þessu og já, þannig að en þú veist, ég hugsi farið bara aftur bara. Já, ég held að fólk oft
þurfi. Já, ég var bara, ég þráði að vita hvort þú myndi koma einhvern veginn til talsatna, sko. Já. Og já, mér finnst það bara alveg magnað. Þannig að ég mæli mig fyrir alla sem að hafa áhuga á Já, svoleiðis. nákvæmlega. Og líka jafnvel þótt þú trúir ekki á það. Já. Þú veist, þetta bara svona, eins og þú segir, þú veist, að taka bara, Taktu bara með þér þessu vilt já, og svo ef þið finnst þetta bara, sikta hitt bara í burtu. já, og bara ef þið finnst þetta algjörst kjaftaði það bara allt í lagi. Þú Já, pröfar þetta að já, fara og nákvæmlega. ég meina, það gæti verið Algjörlega. gaman. Já, í versta fall er það gaman. Nákvæmlega, Já. nákvæmlega. Herði, við ætlum að taka smá pásu. Já, gera það. Við erum komnar aftur, við erum með hana Möggu hérna hjá okkur. Búið að vera mjög gaman að tala við þig og svona, ég veit ekki, svona warm, heit tilfinning. Já, Æ, gott að heyra. Já, í hjarta. Ég fæ líka svo mikla munnræpu oft, þannig að það bara er rosa bara gott. dásamlegt. Já, ok. Já, það þurfum við minna Svona, að ef fólk byrjar hugsa. að tala, ef ég fer svona í Já. viðtöleika þá er stundum bara eitthvað svona, það er eins og ég haldi ég hafi ekki tíman. Það sé bara, þetta kom all út. Þannig að Það er gott að þú ert mjög skýrmælt. Já, Já. leiklistanámið. Nákvæmlega. Takk utan orðin sín. Já, Já, þú lært vel. já, takk fyrir það. Mhm, Takk. algjörlega. En mér langar að spyrja svona, hvað lærður mest af mömmuðinni? Vá. Ég veit það er ógisla margt Já, örugglega. það er mjög margt, sko. Ég held sko fyrst og fremst að taka sér ekki alvarlega, Já. að svona halda í barnið og hafa húmor fyrir sjálf sér. einmitt. Því ég læri það líka bara svona að mér þarf að gera það, því ég er mjög seinipinn kona. Já. Þannig að já, ég lærði að það snemma, taka mér ekki of alvarlega. Kærleiks bara, hún var náttúrulega kærleiks sprengja, sko. Mhm. Þannig að ég hef svona, já, mér finnst það mjög góður eiginleiki sem að, sko, ég vil meina að ég hafi tileinkað mér líka. 100%. Þú ert bara ein hlýjasta manneskja sem ég veit um. Já. Takk fyrir. Og bara, já, húmórinn hennar. Vá. Ég vildi óska ég hefði lært meira af henni í eldhúsinu. Það er það sem ég sé Já. eftir. Hafa ekki, Já. að því að ég er algjör svona ADHD kona Mhm. og átti erfitt kannski með að vera í eldhúsinu og fylgjast með, skilji. Já, Þú veist, já, ég já. kannski byrja að fylgjast með, svo Já. verður bara farin að gera eitthvað, skilji. Já. Já. Og veist bara, þetta er ekki nú spennandi. Nei. En ég sé eftir í dag, Já. af því að það er svo margt bara uppskriftir og eitthvað sem hún gerði sem var svo gott, en ég bara svona, og svo spyr ég pappa og hann svo gleymin, hann bara, ég man ekki hvernig hún gerði þetta. Nei. En að, já, ég sé eftir að hafa ekki fyllt henni meira í eldhúsinu. Ég var kannski bara meira að tala sjálf og Já, eitthvað. já. Og já, og vera Þú þauðrildi. ert nú ofta að setja samt eitthvað svona, Já. einhverjar beiglur sem þú varst að búa til, svona próteinbeiglur eða Já, ég er mjög skýrbeiglur. dugleg í eldhúsinu, Já, sko. en bara það er ekki svona frá eitthvað frá henni. Oft sem ég man eftir einhverju bara svona, hvernig gerir mamma þetta og svona, að já, ég vil að læra mér af því. Einmitt, og hvað er, Hennar uppskriftir, svona. já, það er eitt sem brennur á mér núna. Já. Hvað er ómissandi á aðfangadag? Já, akkurat, sko. Hjá ykkar fjölskyldu. Sko, það er margir sem hafa spurt af vinum mínum bara hvort þið séum eitthvað amerísk eða hvort að blaðsjöðnar í uppskriftabókinu hefur hreinlega fest saman. Af því að við eigum svo fáralegar uppskriftir. Eða mér fannst það ekkert fáralegar Nei, þegar ég fór að auðvitað ekki. viðræðar við vini mína. Já. Af því að við vorum líka alltaf bara fjölskyldan saman á aðfangadag. Það var enginn sem sá þetta sem vorum Nei. að borða, skilji. En til dæmis á aðfangadag þá hefur alltaf verið hangikjöt hjá okkur. Þetta er hefð sem mamma tekur með sér frá Hvammstanga. Ok. Hangikjöt og partar sem er svona svipað á sóðbrauð en á svona Já, klattar, djúpst- já. Já, við kallum þetta partar. Partar. Já. Ég hugsaði svona Já. partar af dýrinu. Þú Já, veist, nei, svona þetta eins og er- fólk átti þetta sig er- frystikistin Þetta er í gamla daga. sóðbrauð, svona eins og sóðbrauð, þetta er svona eins og Já. kleina, Já, en hún setur smjör á þetta. einmitt. Og ég let alltaf þetta kúmin í mína parta. Mm. Mjög gott. En já, en nema það, sko, ég var pínu gikkur þegar ég var krakki. Mhm. Mamma og pabbi leiði mér smá að komast upp með það, því ég Já. var svona prinsessan. Já.
og þannig að ég borða ekki þessa hvítisósu uppstúf, veist hún algjör viðbjóður. Mér finnst hún það líka, oj. Þú veist, líka bara innihaldsefni, þetta galið. Nema hvað, að til þess að reyna að koma hangikjötinu ofan í barnið. Já. Og það var með boðin eitt skiptið koktelsósa. Og það var ekki snúið aftur. Nei, það samt mjög spes. Já, mér fannst alltaf eðlilegt, en sko ég fæ allstað bara eitthvað, Já. Fólk hefur ekki smakkað þetta sem segir oi, Nei. þannig að mér finnst fólk ekki hafa efnaði að segja oi, Nei. þeir eru það smakkað. Þetta svona reykt og svona majó meðskilið, þetta Já. er bara Svo svona, gott að fá sósu. já, Þú veist, koktelsósa er góð með öllu. Og þarna sko, þú veist, ég vil ekki sjá þetta sem er í dollunum, sem er bara keypt, skilji, ég vil bara blanda Já. þín eigin. majónis Já. og tómatsósu, ekkert annað, Nei. ekkert krydd, ekkert sinnep, bara þetta tvennt Ha. saman, já. Og og pabbi fussar ennþá þegar hann gerir þetta fyrir mig, og nú er bróðum minn, við erum alltaf búin að vera í Óskari bróðum mínum Já. á jólunum núna eftir að mistu mömmu, og hann er bara, er það ekki ennþá koktellinn, og og kemur með þetta og sér skál fyrir mig, sko, og svo náttúrulega gerði ég ekki rafmætis að þetta verið 5 árum, sko, Já. þannig að ég er ekki lengur með hangikjötið, en ég er oft búin að finna svona vegan útgáfur á eitthvað því. Já. Sama hvað ég fæ mér, þó sé líka hnetustek, þá er koktóið með, það er bara aðfantaskvöld fyrir mér. Já. Já. En svo er það jóladagur Mm. og býði nú, þá sko þá er alltaf verið hamborgarhryggur, Já. nema ég fæ mér yfirleitt eitthvað annað Já. í dag, og þar er meðlætið, það er nú ekki af verri gerðinni, sko, það er sem sagt svona jello hringur, svona hlaut, Já. svona rautt hlaut, Einmitt. og Mjög við setjum amerískt. koktel ávist inn í það og svo setjum við svona, við skreitum þetta mjög fallega með þeittum rjóma Mm. og súkkulaðisbæn yfir, og þetta er meðlæti með, sko, þú veist, jólasteikinni. Já. Og þetta er ekkert eðla gott. Ég hef aldrei smakkað. Nei, þetta er mjög gott, en það er líka Enginn á Íslandi hafa smakað þetta nokkuð fjölskyldur og vinahópurinn minn. Já, þú, einmitt. Já, ég er búin að elda þetta allt fyrir þau, sko. En það er, sko, það verður að bæta við, það er líka frölluréttur. Já. Já, sem er bara eins og fröllugratín, Einmitt. sem er ómessandi í dag í Já. öllum Hvernig er það aftur? sumarbústaðaferðinu á vinahópnum. Já. Það er sérst bara, fyrst setjum við franskarnar, og það var mikill skellið þegar tilbúðsfranskarnar hurfu, Já. því að þær voru bestar í þetta, Ok. sem voru á tilbúið þarna í 20 ár. Já. En Þessar ég er búin litlu. já, Já. í gula pókanum, sko. Já, það kallar strá. Já. Já, en það? Nei, Já. þetta var svona, að það? Já. Já, ok. Já, En svo getur við hafa verið komið annað nafn á Já, það. Mm. já. Ég sá það fyrst. Það er settar í botnin, þessar franskar, og svo er það rjómi yfir, og svo Rjómi venjulegur? matristarjómi, Já. og svo er það þetta, svo set ég seasonal og nota. Já. Ég er búin að fá frá Ameríku, frá vinkonum mínum sem búa þar, Ok. seasonal, og og svo er rifinostur. Já, þetta hljómar bara fárunlega vel. Þetta er bara Þetta er eins og geðveikt, kartöflugratin, sko. Já, þetta er geðvegt, sko. Mm. Og Hvernig er þetta elda? þetta er bara í opni. Fyrst er þetta án ostsins, bara Já. með bara franskar matlisturjómi og krydd í Já. 20 mínútur. Já. Svo Og set ekki ég, stektar á svo þig? sáldra ég rifnum ost yfir. Já. Það fer inn í svona 10 mínútur. Ok. Þannig að þetta er... Já, þetta er geggjað. Já. En ég eldaði einu svona fyrir vini mína, sem sagt, við heldum svona knarrarblót, kölluðu við það. Svona svo þorrablót, nema Já. knarrarblót, af því ég bjó alltaf á Knarrarbergi. Já. Og þá var nú mamma ennþá á lífi, og þau náttúrulega hjálpuðu mér svolítið mikið við að elda allt þetta svona, Auðvitað. Já. og ég fór með þetta til vina minna bara, og svo að pop-up dessert, og það var sko, þá kom mamma og pabbi í heimsókn með skotflöskur. Já, Þannig að, ok. þetta var alveg svaka kvöldstund, sko, Já. sem að vini mínu munu aldrei gleyma. Æi. Og eftir það vilja þau ekki sjá annað en frölluréttin. Nei, Það var auðvitað. eitthvað eina sem tók Væntanlega. út úr þessu. Nákvæmlega. Þannig að Oh. já, það eru margar finnar uppskriftinnar Já. í okkar fjölskyldu, sko. Þú veist, þetta er æði. Já. Já. Ég bara mæli mig, pröfið þetta. Já. Já, það eru bara svo margir réttir sem Já. eru komnir núna, Já. hann langar að gefa þessar, bara að þú gefur þessar uppskriftir með jello eða allavega nú, sko. Já, já, Þetta er rosalega. Já. já. Svo er líka, já, einu önnur uppskrift sem ég hafði einmitt í þessu knarrablóti, þú veist þá, þetta er svona, ég myndi segja þetta verið svona, kannski smá svona þingukillir.
Já. sem bara sem sagt, brauðsneið, helst bara fransbrauð. Já. Já. Nú, svo setjum við túnfisksalat, svo setjum við eina annarsneið og svo spælt egg á. Hættu nú. Nei. Þetta er geðvögt. Allt bara sweet and savory og allt, já. Hvað kom á eftir annars? Spælt egg. Spælt? Nei, þetta er galið. En þið skilji kannski núna að hverju sumir heldur við værum, já, amerísk eða blaðsíu linda saman. Já. Það er oft nefnilega það sem eiginlega, maður hugsa þetta er vonlaust og þá það oft bara rosalega gott. Sko, já, ég verð að mæla með þessu. Já. Mamma, þú pröfur þetta. Já, mamma pröfar. Já. Hver veit? Já. Aldrei. Þú býður upp á þetta einhvern tímann hérna. Lætur Ebbi líka pröfa. Já. Jú, ég er svo sem borða allt, sko, þannig að nema uppstúf og grænabunir. En hérna, bara ekki hrifin að það. Nei. En það búið að vera æðislegt að tala við þig. Mér langar að spyrja þig að lokum, allavega frá mér, svo kannski mamma með eitthvað annað. Þú veist, ertu með eitthvað svona ráð til fólks sem að er nýbúið að missa foreldri eða ég veit þetta er svolítið þung svona flókin spurning. Einhver ráð, eða þú veist, bara kannski mikilvægt að hugsa til þess að þetta er ekki alltaf svona slæmt, skilur, þess að þetta er fyrst sinn, sko. Já. Koma bjartari dagar og auðveldari dagar og svona, en þú veist, sorgin hverfur aldrei, skiljiði, en hún er alltaf með manni, en þetta verður mun auðveldara að díla við heldur en fyrst sinn, þegar manni finnst allt ómögulegt. Það er bara að maður skuli einhvern tímann finna hláturinn sinn aftur eða bara sjá sólinn aftur, skiljiði, að hérna, já, þetta verður ekki alltaf svona slæmt. Mamma, ertu með eitthvað? Mér bara langar að vita, hvað er næsta dagskrá hér? Já, hvað er næsta dagskrá, sko? Ég er náttúrulega alltaf að gera alls konar. Ég vil hafa dagana sem fjölbreyttasta. Já. Og hérna, og er líka að vinna náttúrulega, ég er að vinna í félagsmiðstöð fyrir unglinga. Já. Og hérna, en svo eru bara bráðum að byrja æfingar fyrir Freyðijól, sem er svona jólakabarett. Já. Já. Þannig að hérna... Varstu með það í fyrra? Já, ég er búin að vera með síðustu 2 ár. Já. Og þetta er 5. ári sem Freyðijól eru haldin í Mæju bíói. Já. Hún Gunnela Hólmarsdóttir heldur þetta. Já. Og þetta er svona jólakabarett, það er mikið grín og þetta er mjög klúrt líka og hérna og mikill söngur. Þetta er svolítið byggt upp á lögum eins og kabarett er. Já. Og Amadíti karakterinn minn kemur yfirlega fram hana og ég hugsa hún komi nú líka fram í ár, sko. Já, þannig að hérna, já, það fer að byrja allt saman. Það er æðislegt. Já, æðislegt. Og við vitum að mamma þinn er að nægstar sjúklega mikið að fylgjast með þér algjörlega, hvað þú ert að gera allra besti peppari. Já, okkurlega. Þá bara segjum við takk, elsku besta Anna Magga. Takk fyrir mig. Takk innilega fyrir að koma. Ég hjartast ekki fyrir að fá mig.